Við fáum þetta verkefni í hendur, þetta leikrit. Leikritið er á ákveðinni stærð og gerð og svo höfum við ekkert séð sýninguna á þess. Hún var sýnd í London, hún var sýnd á Broadway en hvorugur okkar góa, við sáum ekki þessa sýningu. Og þessi ljósmyndir af einhverju hluta af henni, þannig að það þurfti að byrja svolítið frá grunni, en það er nokkuð ljóst að þetta gerist í myndveri. Og það er eitthvað sem ég ætti að þekkja. Ég er búinn að vinna í sjónvarpsmyndveri í tæp 50 ár. Þannig að ég ákvað að byggja þessa myndstjórn svokölluðu dálítið veglega og hún er svona miðjan í sýningunni. Og hún er alvöru, það eru 40 monitorar og hún er funksjónal, hún er með tölvum og inn í hana koma kamerur og allt saman. Þannig að þetta var ekki auðvelt, þetta er ekki bara útlitslega, þannig ég þurfti að kalla til besta sérfræðing sem ég vissi, sem Björn Helgason, Bjössi Helga, kamerumæður. Hann er ábyrgur fyrir tækninni inn í þessari leikmynd. En svo er ýmislegt annað heldur en stúdíóið því að ég man nú ekki hvort það eru 10 eða 12 senur sem eru þannig að þær gerast út í bæ, þær gerast á heimilum, gerast á skrifstofu, gerast á veitingastað, bar og ýmislegt annað og það þurfti að búa þær senur til. Ég held að það sé svona þokkalega hugvitsamlega búið til vegna þess að ég byggja það allt á því að þetta sé bara ein stór leikmynd allt saman eins og í sjónvarpi og eða leikhúsi. Þannig að ef við ætlum að fara heim til einhvers þá nota ég þessa bakgrunnsfleka sem er á hjólum og þeir svona gefa manni til kynna hvar maður er. Á veitingastaði eru myndir ekki endilega af veitingastað, heldur bjórglasi og á heimilum koma niður ljósakrónur úr lofti og annað. Það er ýmsir möguleikar í þessari hugmyndafræði að líta bara á allt leikritið sem eina stóra leikmynd. Og nú er líka, leikmyndin, hún er frekar létt, hún er ekki svona þung og mikil, heldur ertu frekar að taka svona einstaka hluti með eins og segir ljósakrónur og þess aftar. Já, pínlítið stíliseruð. Það er mikið að við erum að snúa senunni og hringsviðinu og koma með nýtt svið. En það byggir svolítið á því að þetta er byggt á kvikmynd. Þannig að við erum pínlítið að klippa eins og maður gerir í kvikmynd, úr einu atriði yfir í annað. Það gerir svolítið og við gói vorum sammála að fara þessa leið og ég held nú hún sé að virka. Við ákváðum bara að vera kaldir. Þetta er ekki heimildasýning. Ef þetta væri heimildasýning þá þurftum við að passa okkur, þá þurftum við að hafa hlutina, þeir verða að vera réttir. En nei, þetta er tíminn 1975-76, segjum það. Þetta er líka bara okkar tími og við fundum enga ástæðu til dæmis til þess að fleitja allan tæknibúnaðinn aftur þessi 40-50 ára eða hvað hann heitir. Við hefðum til dæmis bara ekkert fengið hann til þess að fúnkera frá þeim tíma en við höfum bara engar áhyggjur af því að þetta er efni sem er að fjallar svolítið daginn í dag líka, þannig að þetta heitir skáldarleyfi, að leyfa sér að blanda saman ólíkum tíma. Það getur vel verið að trufla einhverja. Fyrir utan svona besserwisseruna sem benda á að þetta gengur nú ekki upp. Við höfum bara engar áhyggjur af það. Við höldum að þetta sé í fína lagi. Konseptið er alveg klárt, við vitum alveg hvað við megum, við vitum alveg hvað við mættum alls ekki gera. Svo erum við bara að leika okkur innan þess saman.